Klukkan orðin 4 og föstudagurinn 7. september, þið viti hvað það þýðir. FM 95 Blö hefur hafið göngu sína enn eitt föstudaginn, en aðeins í breyttri mynd núna næstu vikur, þar sem að Auðun Blöndal og Steinþór Hróar eru í tökum á nýjum draumi. Það með að já, ég vildi ekki senda Gilsa minn í frí og gera hann launalausan í einhverja 3-4 vikur. Það með að ég kallaði litli bróðu þáttarins, en ég ætla að segja bara ég sé fyrsti stýrimaður. Ég ætla að stýra þér hérna næstu vikur, Gilsari. Takk. Hvernig ertu? Ég er bara frábær, aldrei betri. Og takk fyrir að setja mig ekki í frímáli. Ég er verktaka gómur. Já. En ég fæ ekki borgan eða mæt. Já. Og ég get ekki farið í frí, þá bara fæ ég ekki greitt sko. Nei. Ég þarf að mæta. Við ætlum næstu 3 þætti að vera hérna 2, en það verði alltaf ykkur með okkur. Og já, það er alveg line-up. ég ætla að segja það verði erfitt að koma á eftir þessum sem við erum með í dag. Því miður. Við setjum standardinn bara strax upp á topp. Elskar þetta. C-Joe, hvernig ertu? Ég er bara ævintýralega góður sko. Komin á fæðingarstaðinn minn, þar sem að C-Joe fættist hérna fyrir. Já, við síðan. Já, fæddist hérna? Já, það er bara þannig. skýrður hér. I was baptized. Finna við að, ég ætla ekki að fá söguna núna, því að ég ætla að vera með sérstaka innkomu á eftir með það. Þannig að við förum bara betur yfir það á eftir. Merkilega viðburður. En hérna, einhver skýrsla þá? já, smá skýrsla. En Joe, þú lítur heldur vel út. Hvað er maður að gera? Já, bara mest lítið sko. Bara hérna. Hann er in the gym. Já, ég ég er er duglegur að mæta í sporthúsinu. Það er bara svo húsgagn í sportsun. Maður rekst alltaf á Gilsa sko. Það er líka ágætið sko, hérna gulrót að vera alltaf með svona Gilsa í augsín. Já. Maður tekur aðeins meira á því sko. Það er bara þannig. Hvað er hérna, það er þá væntanlega Celsiusin og skrifstof og teknotólustundir og enn eitt dagurinn, Groundhog Day. Já, hann reyndar sko, það mætti nú alveg hækka í tónlistin í sporthúsinu. Ég gleym alltaf að nefna það við þá sko. Já, sko málega við erum að díla sko, það sem er í sportunu. Það díla við sko unga graða einkaþjálfara í bland við gamla hæga. Akkurat. Sem þannig að þeir vilja ekki háa tónlist, þannig að þeir lækki henni, ungu gröðu skrúana upp og þeir eru að battle. En hverjir eru gömlu þreyttu eins og tala hvaða einkaþjálfari er það? Er það þú og Nei, ég er teknohaus. Já, ég veit það. En ég meina, ertu að tala um Elmar og Gauja? Elmar er teknohaus líka sko. Já. En það er svona einn og einn svona gamli skólinn sem vill geta spjallaði róluheitunum og vill ekki tónlistina og leiðu hún skrúið of hátt upp, þá bara hlaupið upp og lækka. Ég sé þetta barrel bak á tjöldin. Skrifstofa mín er akkur hjá græjunum. Ég sé alveg þegar einn ungu gröðu sem segja Hornyville, spólgaraður karate kennari sko. Þegar hann lappar hann upp, hann tekur svona hálftíma hann lapp upp stigan, hann lappar það ekt sko. Sér fer hann að skrúa græjunar upp. Hornyville fer í burtu, þá kemur þetta gamla skólanum upp, lækkar. Þannig að þetta er alveg maus sko með þetta. Já, þú fær mitt atkvæði sko. Ég væri til í að hafa Ocean View þarna þegar ég er að hita upp sko. Þú vilt tónlistina aðeins herra? Já, það væri peppun sko. Það væri gott sko. Joe, það er orðið langt síðan að þú hefur nú verið með mér og Gils áður í útvarpi. En þú ert farin að tala helviti sjaldan í útvarpið, ekki? Jú, það er bara eins og ég sagði við þig áðan sko. Ég er náttúrulega mætið ef einhver hringir sko. Já, svo náttúrulega bara líður tíminn og árin færast yfir og hérna. Það bara mætir þú ringir með svo við heyrðum mér. Þú er bara kem. Það var ekki svona, það spá í þessu. Gæðveikt. Findan við að Gilsarinn er mörgum svona gæðum svona gættur en gáfur er ekki einar af þeim. Því að hérna hann talar í Joe náttúrulega bara útvarpsleysni. Þið byrjuðu þarna á Bylgjunni, Sim og Jó. Ég sagði, nei, þið voru löngu undan því. Þið voru á Móno sko. Gilsarinn kom bara fjöllum sko. Getur þú komið með smá recap bara á útvarpsferlinum? Hvernig keyrður hann í gang fyrst? 98, Móno, 877. Já, ég mann því, 13 ára sko. Þegar þú segir það er alveg gott koncept sko. Og það var bara, hvað voru að gera það félaginu? Þá vorum við með suma þátt frá 7-10 mátana. Þá var ég einmitt að vakna svona snemma eins og þið gerið. 7-10 alla daga. Já, vakna, þú veist, 5-40 og hérna, já, það var rosa gaman. Þá var ég kallaði Mónolítinn af vinum mínum. Ítrekka sko. Ekki það að sé, já. Og milli farur að Móno yfir að Bylgjuna síðan það? Svo á Pop TV. Já. Og kerðu það program og svo hérna sko, ég mann þegar ég er sko 15 ára úlingur sko, ég misti ekki af 70 mínútum sko, þú veist, ég vakti sko, ég átti að vera að fara að sofa. Þú veist, hvað eru þið gamlir þegar þið byrjið þarna, bara þið sjálfur? 98, þá var ég 19.
Það er ekkit eldri en það tvítugt sko. Já, þetta svo fáránlega langt síðan sko. Það er eiginlega skeri að hugsa það. Hver munur að Mono og Bylgjunni? Mono var bara svona FM-stöð og í útvarsögunni þá voru svona 2 blokkir í þessu á fínn miðill sem var að keyra X-ið og FM og hérna var nýr í gamla mokkahúsi við Ingolstorg og svo var íslensku útvarsvið leiðið frá og það var sem sagt, þar var bara Bylgjan og Stjarnan líka og þá var semst ákveð að búa til nýja stöð sem átt að vera bara eins og FM til höfðus FM og hérna og við náðum svo sem eitthvað aðeins að klóra í bakkan en urðum aldrei jafn stóru á FM á þenn tíma en svo var bara FM 957 keypt yfir ef ég man þetta rétt sko. Það var þetta allt saman að Hvað hét þátturinn á Mono? 70 bara þannig, 70 Gilsari, þú stýrir nú útastætti á X-inu hvað hét hann? Það þarf að rifja það upp maður Ég ætla að líka Valli Sport hann alltaf var með rosalega útastöð hérna niður í gamla heimisækju það Kristi Pálsson, Sölumár og Kynnisvíkill var að vinna efraðar það Var það ekki Mattil? Nei, það var ekki Kiss FM Kiss Stereo annarkvort Já, sko, áglæð, við þurfum að rifja þetta sko. Þar byrjaði þar kendi það Valli Sport skólaði mig til og sagði það var dúma að fund það var Valli Sport kvíslar alltaf ef þú brosir þú talar, skilar það þér það er bara ok já, hann vildi meina það ef ég verði að brosa og tala í mæki en allir hlusta það er og þessi gæðir í eðlilega góðu skapi ég heyr hennar frasa þegar ég var að byrja útvarpi bara brostu bara í alvörinni og það heyrist það var það sem við sagt um mig líka á Valli Sport að skóla þau líka til Já, þetta var svona bara frasi á sín tíma Mástu ekki eftir að hafa heyrst þetta? Jú, ég byrjaði minn útvarsferil einmitt á Kiss FM þegar Valli Sport og Siggi Löö áttu það Við náðum ekki Mono, við náðum Kiss FM alltaf. Já, Mono svo var hún lögð niður og FM varð náttúrulega bara stöðin og þurfa að vera með 2 og ég lendi í svona moment í sumar bara því við vorum að tala hvað er langt síðan síminn hættur að hringja og langt síðan maður var í sjónvarpið þannig að þú veist, svona ungar kynslóðir eru bara svona yfir höfuð bara algjörlega vita ekkert hvað gómur þetta sko nema þarna vorum að fara að veiða vorum á Akureyri í eina nótt leiðin í veiðina fórum á Götubarinn alltaf gaman að koma að hanga sátum hann á þessu útisveði og það var einn félagi minn sem satt á borðinu við hliðin á mér svona 2 borðin og hann fer að spjalla við stelpur sem eru bara mjög ungar bara, þú veist, bara tvítuðar eða eitthvað og einn er að segja svona hann ég kann að svo hennan gæja hana bendur á mig ég tók ekkert eftir því sko og hann sagði mér svo sögu daginn eftir og hann sagði já, áhugavert hver heldur þetta sé og hún hugsaði svona og sagði svo þetta er pottjett annarkvort Baldur eða Felix bara einhver sköllóttur með kunnulegt andlit þeir búin að vera mega mikið í umröðinni það er maður fær svona reality check það var C.J. það er ekki að segja Wipeout nei, það er ekki að segja Wipeout það er eitthvað rosalega TV sem C.J. hefur gert ég er nefnilega man eða ekkert mikið eftir Gilsarunum á Kiss FM ég man eftir þættinum ykkur X-inu sérstaklega já, í skaftaliðinni Var sá þáttu lengi í loftinu? Nei, hann var ekki lengi sko það er málið að sko útastbransin virka þannig þeir eru refsað tildulega fljótt og bara kift úr loftinu og allt niður þig svo er ekki hérna FM, það er reglulega að reka menn hægri, þú með niður þig you're out of here það er svolítið saman með útast bara aðra stöðar klálega þannig að það búið að rotation system í gangi í rauninni hvernig er sumarið búið að vera hjá C.J. ég meina þú átti einhverja milljón veitingastæði er eitthvað tími í frí og fjölskyldaði já, þetta var bara fínasta sumar við fórum til Ítalíu Hvert voruð? Við vorum þarna á norður Ítalíu að þvælast þarna vorum við Como vatnið og helvíti sér til að vera leik Vorstu eftir á snekki og Como það? Nei, þú getur eins og að leikt bara svona bát með utanbátsmótor við gerðum það familjan og þú veist, ef hann er nógu lítill mótorinn þá getur þú sko, þarfst ekki að vera með pungapróf já þá getur þú að sigla á vatninu og krakkarnir að busla og svo droppar einhver staðar að og feði í lönns og það var rosa næs sko. Getur þú á Vilunans klúni eða? Ég var bara mjög skamt frá henni þannig að þú veist, við sáum hana bæði náttúrulega frá sjó og löpðum sást hann út að labba út á gras með að köpa kaffi? Hann var í húsinu sko þá ég sá að það var sko svona það var svona hálfgerður valleigæi sem að stóð fyrir innan rimla hliðið því þetta er náttúrulega allt bara þrönga götur og svo bara eingangurinn til hans er bara, þú veist, og hún er merkt villan skilur, hún heitir Villa Oleana held ég
Þannig að það var eitthvað hafari í húsinu sko. Ég sá hann reyndar aldrei eðlilega er hann sem mest þarna, skilja mjög vel sko. Þú varst líka í snekkjuferð á árinu Gilsar í janúar Heyrðu nú að þér hafi verið skuttlað í land þar Þetta tala í tenni Já Það var ekki snekkjuferð, tala Ási Kolbins bókaði mig í veiði Fóruð þið í sjóstöng? Nei sko, Kolbarinn hefur enga sómakend þið viti Faðirinn Alltaf grisslingurnas fiskjóður og krabbaóður og lundaóður Já, mál er að Kolbarinn alltaf Sko, ég elska snekkjur Það vil að vita allir sem er að hlusta Ég er snekkjóður sko. Það sem fylgir snekkjum þá mætir þú svona 12:30 upp á hádegi hittir einhvern hressan-gæja sem siglir snekkjunni og tillir og færður að beer eða strawberry daiquiri og svo náttúrulega eina svo þú gerir konstant ocean view saman hvert Já, og svo siglur bara mjög hægt Það er ekki að tala um að setja ekki bara sko ef hann er að fara hratt á þetta amateur vill fara hægt helst bara stoppa einhver staðar tónlist og svo liggur þú bara bumbunni með beer það eru kolbdraslið Það segir mig hann að kvöldið akkurat daginn eftir mesta mökkið í ferðinni Það er eftir ungverðarleikin held ég þegar þú alveg svo að pakka saman þannig í handboltanum Já, fórum á St. Júgens það frábæra stað Hann bókaði bátinn 7:15 07:15 Hver vaknar það snemma á Tenerife og vaknaði fyrstulega 9 Svo vaknaði þú svalir eða eitthvað og ferði í morgumat kl. 10 Hann bókaði bát 7:15 sem var þá búinn bara 2 Þú veist bókaði bátinn í hátinn Já, þetta eru taktísk Hvenær vaknaði þið þá? Ég vaknaði bara að berja á hurðina Berja á hana sko Þú veist, Kolbari var erfiður hann var að landa á hurðina Þannig ég kem bara til dyra bara meðundalus Það bara nýfann að sofa Eftir þetta ungverðamökk Síðan hefum við ruslað á hana bát og þetta er vesti dagur aðeins ég held að ég muni það verður helviti erfitt að toppa þennan dag sem versta dag aðeins Hver bóka bát 7:15? Enginn af ykkur hérna myndi gera það bóka Gilsa í bát 7:15 Það er alltaf 1 í fyrsta leið Nei, veistu málið það ég nefnilega var á Lunda með Kolparnum Ég var að kynnast í fyrst skipti Það var heldur gaman og kíktu, varst þú með Lundapysjónu? Já Þá síndi Kolbarinn mér vídeo á Gilsarnum Þegar hann bankaði og opnaði hurðina Já, það fyrir það fyrsta Og svo hvernig hann lá á þessum bát sem á svona eiginlega segja sko að þetta hefur nú ekki verið besti bátur sem var leiður Píku lítill ógeðslegu bát og að vera út á svona fiski ógeð sko, þetta er ekki snekkja Þetta er síðan skipti sem Kolbarinn sko fara að hann aldrei fara að bóka bát aftur Aldrei Þetta kemur á óvart, hann er nú taktiskur Kolbarinn sko. Já, ég veit, þarna skeita bara Já Fæðurinn Alltaf bókat, alltaf snemma Og var engin beer og daiquiri eða fóruðu bara í land á 7:15 eftir ungverðarleikin þá lókaði engum í bjór hana þetta var hrikalegt sko. Svo að vont í sjóin og að vont við og hrikalt við Og svo sínda með myndband þegar að vera að skuttla Gilsalum í land Það er alveg sem þetta kasta honum bara útbyrðið sko. Ég held að þetta er búið á mér hana Það er náttúrulega sko ef þú ert eitthvað aðeins ítla fyrir gallaður eða ef þú ert með yesterday ef þú ert með last night in your body þá er snekkja ekki eða bara bátur yfir höfuð ekki að besta sko. Og þetta var svona veiðistangir sko. Ég er ekki vanur því sko. Ég held ég að við séð eitthvað á snöppum það var ekki Kolbarinn að kasta út og eitthvað Kolbarinn segir að það sé fyrir að gert að vera barni sko, að hann hafi gaman á sig þetta er bara gert fyrir hann sko. Barnið og engan á oss hann langaði bara að fara beint í land sko. Það var gert fyrir Kolb og engan annan sko. Alls á Lundapyssunar heldur að Alex hafa eitthvað náhuga á Lundapyssunar Ég var eitthvað veikur fyrir fugla Ég var þarna og Gilsarinn saði mér einmitt að þau væri hérna á þessum Lundapyssum Ég vissi ekki svo hvað það var Ég held fyrst að þessar Lundapyssu veður væri þú voru að fara utan á okkur að kletta sko, með einhvern háf sem ég hafði engan áhuga á sko. En var þetta ekki samt svolítið svona tárandi Þetta var alveg skemmtilegt, þetta kom mér óvart sko. Fólk bara með bjór í bakpoka og bjarga einhverjum pyssum sko. Þetta er stemninga út krakkið Ég las einhverja bók fyrir börn Við fórum ekkert til Vestmannaeyja og fórum á eitthvað safn og skoðum alls konar Þar var svona teiknimyndabók þessar Lundapyssur Og ég hef fengið mikið af spurningum að fara í þetta síðan frá krökkunum sko. Svona þetta er voða heillandi konsept sko. Og líka Lundum Allt getið á þjóðatíð Kolbarinn er okkur einasta árið þarna, Kolvillu sko. Já, ég meina hann var samt langspenntastur á öllum sko. Hann er með fuglafettis. Það er eitthvað á hann. Ég er ekki eini fettis. Hann átti fugla náttúrulega, páfagaukarna á sínum tíma og svo fórum við fuglasjóðu þarna í Jungle Park úti. Ég aldrei sé ég að peppa hann
gæja á æðið minni sko. Nei, menn og hvernig hann hugsaði líka pissunar í kassanum. Hann átti bara eftir að baða þér sko. Það var eina sem hann átti eftir að gera sko. Var hann baða þér sko. Bara Þannig að hann notar sem afsökunar Alex var svo spenntur við þessu lundapissum og hann vil bara vera í iPadum sko. Alex langar engan á að fara að skoða þessu lundapissum sko. Kæru hlustendur, það heldur betur öflugur þáttur framundan, en ég ætla hins vegar að fara svona yfir það helsta. Það annars vegar spurningakeppni Gilsarans og ég sá það á Instastory þegar þú settir inn takk kærlega fyrir þessa mynd Gilsari. Þið voru huggulegarna félagarnir. Já, en King of Entrepreneur, þetta ekki þú settir inn skoðanakönnun hver myndi vinna. Ég held að Josie 80% ég 20%. Er þetta ekki pínu ósangjart eða? Ég hef ekki skapað nokkuð skapaðan hlut sko á æfinni sko. Radio Legacy kallar minn Já, ég skapaði ekki FM sko. Ég vinn bara einna sko. Er tilfelli King of Entrepreneur? Já, það keppnin sko. Þú veist, þetta svo að vera King of Commentating sko. Þú veist, bara fótboltaleikir sko. Þetta á stóri núna að það 77% séð Joe. Þú veist, ég valdi séð svona kostninga á þér sko. Já, en ég meina, allar ekki hafa þetta eitthvað smá spennandi sko, ég myndi segja þetta bara frekar því ég renni við spurningarnar. Þú ert alveg breykið þetta, Richie. Er entrepreneur að vera eitthvað starf upp í sófa og horfa á golfstöð eða þú veist, er það Ég meina, lífstíl hjá frumkvölunum getur verið weird sko. Út af því að frumkvölun ekki að vinna 9 to 5. Bara, veist, séð Joe ekki að vera að stimpla sinna morgun í eitthvað játsmið. Hann vaknar bara í 400 metrum, hristi sig og fyrir spólstur. Það lífið hjá því entrepreneur. Þetta ekki svo venjast líf eins og hjá einu venjulega borgara. Þannig að keppning getur verið ímislegt. Já, þannig að þetta King of Entrepreneur. Herðu, Joe, þú fékkst enga heimavinnu en þú vildi svona aðeins taka yfir. Já, mér langaði, gaman að koma með eitthvað á borðinu sko. Svona pínu Pálínubóð sko. Þannig að ég með eitthvað þannig ykkur smá svona laga getur unn sko. Já, sem ég síg í. Já, verður ekki viss að það Það þarf enga sérstakka þekkingu þarna sko. Þetta svona eitthvað sem að þetta eru, þú veist, snýst lög sem allir þekkja Sko, ekki favorite þar, en það verður gaman Ég ætla að henda ykkur í hvort myndur frekar semi-hardcore. Það er bara svona semi-gróft. Já, bara svona, þú veist, það er ekki að stilla yfir á bylgjuna, þú veist, og hlusta á verðbólguna Sér Jó, þú vannst á bylgjunni. Sko, Steindi vil menna það að ruglið sé miklu meira þar en hér. Það sé lið bara að taka bara hendi sér likli milli laga og er það að gera þannig? Ég var ekki vitnast líku. Nei, ég bara, veist, á sínum tíma. Steindi bara segja margur, það, veist, að í rauninni sé miklu rugglaðar lið þar en hér. Það náttúrulega var ekki einhver skets í Sæi Kristoffer. Var það ekki í Svínasúlunni? Jú, eitthvað svoleiði sko. Einhver tryllingur í lest. En kæri hlustendur, þú veist, þeir ekki áhugjur. Kristoffer er ekki í leiklum eða Kristoffer Helga og allt þetta fólk. Þetta er bara mjög gott fólk. Þetta er mjög eðlilegt bara í rauninni. Já, mjög eðlilegt. Bara að ræða þetta. En það er samt ímislegt hér sko, svona í efnistökum sem að myndir náttúrulega ekki fljúa hinum einn sko. Þessi liðir sem eru geggjaðir. Það er mjög mikið fan að spurningakeppni Gilsarans, hefur alltaf verið. Það er svona, þetta fær ekki allt óritt skoðað í loftið á 989. Nei, það er augljóst. Það er eitthvað síja hérna með það. Það er eitthvað smá filter. Ég ætla líka að vera með í hverjum einasta þætti af þessum 3 þáttum að vera með upprifin sem tengis gestinum. Og ég er með heldur betur upprifin varandi þig séð Jó. Ég ætla ekki að segja meira. Tengis gestin. Já. Bara upprifin King Richie. Já, þetta heitir bara upprifin og við erum að fara, ég er að fara að henda ykkur í DeLorean og við erum að fara að stilla á 3. janúar 2020. Wow, geggjað. Ég ætla ekki 2020? Já. Geggjað, ég held að þetta er rétt áður en að COVID étur okkur. Rennir í grunum hvað þetta er, en ég ætla bara að bíða spenntur. Já, 3. janúar, hvað gæti Gilsan hafa verið með 3. janúar, nýtt ár. Já, nýtt ár að koma. Mögulega völva, kams gegn völva. Já, við þurfum að taka upprýðið þar. Já, það er alveg hárið. En Gilsi, þú ert líka með spurt og svarað sig hérna. Hvað af hverju? Mjess. Sko, Við heldum nefnilega að þau rættum saman og vorum að fara yfir þess að þætti. Eftir ég setti hérna myndin af ykkur á Lífa. Já. Og varum að preppa. Já, þá bara hrúðust það dætti þessi spurning. Já. Þannig að ég er með 2 ef við náum þeim. Það er alltaf gaman að leysa vandamál hjá fólki. Nálega. Þannig að það eru 2 ef við getum leyst það. Já, það er gaman að hjálpa. Reynum það allavega.
Eins og það heyri kæri hlustendur, veisla framöndan til klukkan 6 í dag. Verið með okkur, það er landsleikur, komum betur á því á eftir. En við ætlum eins og vera að byrja á slúðri hér eftir smástund. Þetta er FM FM 957. Þið erum að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við ætlum að henda okkur í slúðrið og já, það verður að segjast eins og er. Það er svo sem ekki mikið í gangi, drengir, hvað var þar slúðrið. Er ekki auðvitað alltaf svona prímus mótorun í því? Jú, sko, málið það, ég fylgist rosalega lítið með hvað er að gerast í Hollywood, þú veist. Ég er búin að fylgjast með hérna, þú veist, það er búin verið 3 mánuði, þú veist, eina núna sem er verið að tala um í Hollywood að Ben Affleck er að fara að þykja buddina sína töluvert því að þau ger ekki kaupmála hann og J-Lo og hún er mun ríkar en hann. Einmitt. Og er það málið að þó þið hafi verið gift svona stutt að það sé bara... Já, sko, þú verður að senda prenup, sko, í Bandaríkjunum. Ef þú gerir það ekki, þá er það bara 50-50. Og hún, sko, hann er metin held ég okkur $80 milljónir, hún 300 og eitthvað. Já, sæll. Og hérna, sko, en hún... Þetta er hart hana. Já, hún er, að segja á lögfræðingana, hann fær ekki 1 krónu. Ekki einu svona half. Nei. Ég meina, voru gift, eða ekki? Jú, voru gift. Þá getur hún, þá alltaf tekur hann half. Já, ég meina... Og hún segi að fá ekki 1 krónu, King Affleck var að taka helmingin, sko. En af hverju á hann að gera það? Það er bara því miður, þetta er bara, mér gerði ekki kaupmála. Já, en ég meina, er það að hjálpa svona hans... Nei, hún er með kannski bara... En ég held að J-Lo muni samt alveg lifa af með $220 milljónir hann eftir þetta koncept, sko. En er þetta ekki svona prinsip, þú veist, hún svona... En af hverju bara í anskotunum skrifuðu ekki undir kaupmála? Það vissu allir í heiminum kannski fyrir utan þau tvö og þetta hjónaband myndi fara down the shitter. Þetta var önnur tilraun, eða ekki? Já. Bæði forrík, who gives a shit. Það ángrín, sko. Já. Þetta er svolítið áhugavert samt hvernig þetta fer. Hérna, ef hann væri svona true gentleman þá myndi hann náttúrulega bara, hérna, heyrðu, þetta gekk nú ekki alveg upp hjá okkur. Samt þreytt fyrir J-Lo, sko. Það nóg að gera Affleck og líka nóg að verkefnum inni. Er ekki svona að segja hættur í Hollywood, sko. Nákvæmlega, ungu strákur. Sko, ég held að J-Lo hafi verið að fara fram úr, sko, að tala um Hollywood-leikara eða Hollywood-fólk sem hefur skilið. Ég held hún sé að taka fram úr Elizabeth Taylor, sko. Þetta er 4. skilnaður J-Lo, sko. Hún er búin að vera gift svolítið oft. Já. Þetta er 4. skilnaður, það er ekki gott ratio. Mark Anthony, Ben Affleck. Já, tvisvar er það ekki? Tvisvar. Og svo einhver annar gæði, ég er ekki hugmyndu hver er. En betur, svo veist, eitt síðan ekki, þau byrja saman þannig daginn. Er ekki að byrja saman bara og deyta og þess að gifta sér strax? Það er svona, bara koncept sér að velta stefni með. Það er mjög spes. Munið eftir hérna vídjónu, sko, þá vissi maður að þetta væri að fara til landskotans, þetta var í mars. Þegar þau voru eitthvað svona pyrru út í hvað standa. Já, sko, hann var að, hún sast inn í bílinn, hann skellti hurðinni svona eftir henni, bílhurðinni. Já, það var eitthvað ekki alveg nóg sátt. Ég líka, sko, Affleck virðist vera þunnur alltaf bara alla daga og ekkert eðlilega pyrraður. Það við séð, að það verður papparazzar í góðu skapi. Nákvæmlega, hann er yfirleitt alltaf svona fíltur. Það er ský yfir hún. Það er eitthvað. Já, bara, þú veist það. Já, þetta er spes. Herðu, að okkar besta manni og tengdur okkur öllum og þó sérstaklega C.J. Rúrik Gísla. Já. Herðu, hann Sexy brew. Já, hann er heldur betur að gera það gott. Ekki nóg með það, hann sé búin að selja ykkur 20.000 með á Æskast tónleika. Já, svo 5 mínútum. Já, á nokkrum mínútum. Þá er hann að leika og hann er byrjar í tökum á nýri kvikmynd núna í Amsterdam og hann segir sjálfur að hlutverki sé það stærsta hingað til. Getur þú komið með skýrslu fyrir okkur, C.J.? Er þetta hérna? Já, sko, ég verð að passa mig, sko. Já. Hérna, bara svona helsta. Kom svo frétt á MBL í dag með þetta. Já, heldur betur, þetta er alveg svaka pródúsjón, sko. Ég held reyndar að hann væri í Düsseldorf en ekki Amsterdam. Það stendur alltaf Amsterdam hérna í fréttinu. Ég er að lesa þetta erlendu meðli með þessa. Ég held að hann sé að taka upp í Düsseldorf, sko. Kannski eitthvað nokkuð locations. En þú veist, hann er með trailer fyrir sig á setti. Það er alvöru. Já, og bara, hérna, maður sá hann alltaf, sko, undanfattan 2 mánuði og var alltaf að læra línurnar, sko, læra handritið. Á þýsku notabenni. Er hann orðin reybrennandi þar bara? Já, ég myndi nú að halda það. Já, sko, þetta er samt eitthvað svona, þú þarfst að fá einhvern svona þjálfara til þess að, þú veist, sníða á þér einhvern hreim og eitthvað svona, skilur þú? Hann er með flawless German accent. Já, hann er orðin heldur sleipur, sko. En svo fær maður snöpp og svona, mér sýnist hann að vera svolítið mikið bera ofan í þessari mynd, sko. Hann er greinilega the sexy boy hérna, sko. Já. Hann sem sagt, hérna, hann leikur eitthvað gúrú og hundaþjálfara sem að heitir Noden. Alveg rétt. Gúrú og hundaþjálfari, já. Og sexy málega, og það er potið þetta er málega Netflix seria ofan á allt og alltaf
Þú tókst náttúrulega við honum þegar hann var bara fótboltagómur og átti ekki 1 krónu og það þegar setja á með hann heldur betur nú hann bara hann er við erum voða stolt af honum hann veður í allir þessi verkefni og gerir þau vel sko. Þetta er rosa áhugavert af því að Netflix sko, þjóðverðarnir eru svolítið sniðir þetta er risastór markaður og þeir náttúrulega taka ekkit inn sko. Þeir framleiða allt sjálfur ef það er eitthvað tekið inn þá er það bara dubbað þannig að þeir eru ekkit að horfa á ameríska Netflix þeir eru bara með þýska Netflix og þýska Netflix er að framleiða bara fullt af sjónvarpsefni fyrir Þýskalandsmarkað þannig að þetta er svona, þjóðverðin er bara pró í öllu stóti sko. Það var gott, svo eftir á hekja það var helviti gott að Sexy Roo hafi tekið þessa danskeppni og skengt henni það var það sem að ég sagði sko, að maður ætti kannski að safna hári og fara að dansa það er eitthvað sem að maður geti snúið sér að sko. Geggja dansari 70 beint í þetta Ég veit að Gilsarinn er ekki aðdáandi þarna, við erum að fara í næsta móla Sko, Joe, þú ert nú væntanlega svona alæt á tónlist, gerir ráð fyrir Já Hvar varstu varandi Oasis? Sko, bara aðdáandi sko og þessi þetta Britpop æði svona 90s svo sveifla Blur og þetta hún var bara náttúrulega að negla mig þarna bara í my puberty svo við slettum þannig að þú veist á svona alveg mjög miklum svampa aldri þannig en ég fór reyndar ekki í þessa biðröð eftir miðum og ég þekki engan Þetta er samt að fara í alvöru apaskít sko Já, það er eitthvað verið að vesenast í Ticketmaster eða ekki Já, núna. Sko, Gilsari, ég ætla að byrja þér Getur þú nefnt eitt lag með Oasis? Nei Ég get nú nefnt nokkur Já, ég ger alveg ráð fyrir því Ég get örgulega nefnt eitthvað 1-2 en málið er að mista þetta alltaf drep lög sko Já, þetta er náttúrulega kannski ekki alveg þitt Nei, sko. En hann má eiga það Liam Gallagher og mér finnst hann einn alfinnasti maður bara á jörðinni Hann er tölvert skárri heldur en Noel Miss Noel svona sko, hann er bara svo skemmtilega mikill sko bastard í öllum tilsvörum og það er endalust til að klippum á hann úr viðtölum Hann líka bara svara fólki á Twitter og segja bara þeir Liam Gallagher sko Þeir eru bara off the rails og eru svona nýbúin að pikka fight líka bara við aðdóðandi sem voru eitthvað töðið miðasölun En Ticketmaster er alltaf verið skerð á þannig að ef það er mikil eftirspurn þá skrúaði bara verðið upp En ég meina, fá þeir það í kassan sko bræðurnir eða er það bara þeir eða? Ticketmaster var bara prósentu af sölu þannig að þeim í hafa líka verðið skrúast upp en sko þetta er samt svolítið, þú veist, fólk sæna sér í þessu röð og það er búið að segja með þessu 150 pund og svo ertu komin í pay check-outið og það er komið 350 þú veist, það er svolítið illa gert og það er ekkert allir sem bakka upp kannski 350 en myndu bakka upp 150 Nákvæmlega En það er skefðu bara ákvöldu bara verðið og svo stendur bara við það En ég spyr Þú veist, nálspilningin þegar breska samkeppniseftirlitið er bara komið með alveg rannsókn á þessu þetta er bara breaking news á Sky News og bara, þú veist, þetta er bara aðal fréttin í Bretlandi en þú veist, af hverju eru þau svona stórir? Oasis? Já Þetta er kannski ekki eitthvað, þetta er kannski ekki okkar tepolli Richie, en alltaf ég skila þessi fólk sem elski þetta Þeir áttu náttúrulega svona 3-4 ár í 90s bara skuldlaust voru bara, þú veist, ein stærsta hljómsveit á plánetunni í töluverðan tíma og svo náttúrulega er sko allan að tíma sem er að verið í pásu sem að ég held að sé einhver 15 ár að þá er alltaf reglulega einhverjir neistar að fljúa milli þessara bræðra og þeir hata hvort annan, það ekki? Já, þangað til að þeir sættust núna en það má segja að þeir séu bara búin að vera að tísa þetta óavitandi í 15 ár sko, þannig að það er búið að vera heldur langt bild upp að ég að fá þetta Ég ætla samt ekki að vera leiðilegur, þetta, mér líður bara eins og bílarnir sé að koma saman aftur sko, þú veist, þetta er bara Oasis sko Þeir vilja meina það Þeir allir að þægilt fyrir það að vita, það eru eitthvað fjármagsvesi eða svona, það eru eitthvað smá vesinni, vita það bara við hendum í smá comeback, álvöru Ég las það einhver staðar að það var einhver búin á íslenska þetta, þeir væri að fá svona 9 miljardar hvor eða hvort það er skipta millis í 9 miljardum það var eitthvað svona, þú veist, þannig að það borgar sig að taka gott comeback Ég meina greinilega mikið íslendingur sem eru klári svo Húki menn og var með eitthvað 20 skjái opnað hana þegar hann var að sæna sinnan og kaupa með það sko, hann Það er mikið lettspund Ég meina, hvort sem það voru að skipta með þér 9 miljórum eða 9 miljórum á mann bara fyrir comeback, þá spyr ég Gilsarinn er comeback í kortanum hjá Mercedes Club? Já, hvernig var það? Það alltaf var í ef þú gerir 9 miljardar þá er ég klár þá máttu sæna mig í þá verslu Þetta var slúðrið í FM 95 blöð eftir smástund förum við í hvort myndur frekar sem í hardcore Þetta
er FM. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu á FM 957 Rikki G, Egil Gils og C.J. til klukkan 6 og eins og við sögðum í byrjun þáttar þá verður FM 95 Blu með svona aðeins öðruvísi sniði núna í september þar sem að Auðun Blöndal og Steinþór eru í tökum og Gils hefur eitthvað heyrt að þeim, eru ennþá á lífi eða? Sko, þeir eru á lífi, þeir eru lítið online, við erum með svona grúptjat sko og það har aldrei verið minna sett eitthvað þar einn sko, það er grannlega brjála að gera á þeim sko. Hvað er langt síðan að þeir kláruðu síðustu seri á draunum? Ég dáist að þeim fyrir að taka þetta núna. Búið að bæta við börnum og þú veist, menn hljóta nú að vera svona kannski örlítið. Var það ekki bara asíski síðast eða er eitthvað? Nei, nú er þetta líka síðan alltaf að verða hérna einhvern veginn gróar og gróar og gróar, það er búið að gera allt einhvern veginn, það er alltaf að vera að gera eitthvað nýtt. Já, toppa sig. Þannig að hérna Þetta verður hættulegur og hættulegur einhvern veginn og spurning að menn komi hérna á lífi heim sko. Af hverju er Gilsin ekki með? Það er einhver á vaktinni hérna á FM. Já, auðvitað. Hver á að sjá um þetta hérna? Rikki myndi reka mig, ég myndi ekki mæta alla första. Eðlilega. Já, gæinn sem er minnst í fríi af öllum í FM 95 Blu, það er Gilsarinn. En það kallaður fyrirlið þáttarins. Það væri gott um að hækka mig í launum, því ég mæti alltaf. Já, ég bara aldrei borgað einum gæja jafn mikið fyrir eitt þátt bara í sögustöðurnar sko, þannig að við skulum bara ekki ræða það neitt frekar sko. Herðu, ég ætla að henda ykkur drengir í hvort myndirðu frekar, við förum yfir á þessum tíma í þekkið ekki, en við ætlum að sleppa því. Við ætlum að fara í hvort myndirðu frekar semi-hardcore. Ok, það er samt alveg svona fyrir Já, sko, eins og sagt er, þetta dansar á línunni en sleppur. Einmitt. Þetta er alveg sem sniðið að mínu smekk. Eins og ég segi, þetta virka þannig, þetta eru tveir ömulegir kostir, en það þarf bara að velja þann skárri að ykkar mati. Við vitum alltaf að þú druglaður í þessu. Tökum þetta kassan. Já, við bara Þannig að komum bara með þetta. Herðu, við veljum. Byrjum. Það byrjar bara nokkuð þægilega. Hvort myndið þið frekar þurfa að anga alltaf af ógeðslegri táfílu eða ógeðslegri andfílu? Nokkuð eðlilegt, þannig sé sko. Já, en svona þú veist Sko hérna ég er með fóbíu fyrir mikill táfílu. Já, við erum að tala þetta táfílu sem að finnst. Já, þú hittir einhvern, stendur hjá honum í nokkur sekundu hann finnur hana. En ef við út í skóm og skiptir ekki máli. Hún fer í gegn. Bara finnur þetta alltaf. Já, bara saman til. Þetta er svona sveppa tásu, svona táfíla. Þetta er Richard eftir 18 hólu gólfring í bleitu og fyrir á skónum. Þú talar Sverrir Þór Sverrisson grínist það? Talar þannig? Já, sveppa. Þú talar hann sveppa? Já, sveppið með þetta vesena? Nei, sko, þetta er áhugavert. Þetta er einfalt mál fyrir mig. Ok. Sko, ég myndi alltaf velja táfíluna af því að þú ert að hitta einhvern að þá er alltaf einhverja líkur eða meiri líkur á því að sá sem þú ert að tala við eða ert að hitta getur mögulega haldið að þetta sé einhver annar en þú en ef þú ert að gasa framan í hann bara hann veit að þetta er þú það fer ekki á milli mála Sér eitthvað C.J. gáður Ég myndi taka tásuna sko Já sko, tvennu illu alltaf sko það er hrikalegt, ég held að margir séu með svona áhyggjur aðeilíka hérna sé vond lyktaði með okkur, þú veist, einhverjum aðstæðum sko, þessi ég veit ekki, bara eitthvað búin að vera æfingu eða eitthvað bara þannig og á tvennu illu hérna allan ef að ég myndi hitta, þú veist, C.J. og er eitthvað táfíla, þá myndi ég hugsa að C.J. var bara æfingu en andfílan einhvern veginn verra þá get ég ekki hugsað að hann var á æfingu brandfúll, punktur þannig að táfílan er einhvern veginn betra bett já, það er ríkast en skárra Já, ok Þetta var auðvitað Já Næsta Hvort myndið þið frekar? Ekki stunda kynlíf í 5 ár 5 ár er heldur langur tími og eru báðið með konum sem eru með þarfir og þarf fram til göttunum Takk fyrir eða alltaf hér eftir þurfa að stunda kynlíf undir flóðljósum sem við sjáum hér á Laugardalsvelli núna sem er búið að kveikja á Það er bara búið að flóðlýsa herbergi ykkar Gjörsamlega Já, þú ert ekkert á almannafæ Nei, en þú ert bara í getur ímyndar að setja eitt svona dæmi inn í herbyggi það er svona flóð, mikil kraftur á flóðljósum Það er þessi lýsing sem á Laugardalsvelli inn í Svefnherbyggi á Gilsa og Joe Þannig að það er óbærilega heitt líka sko. Já, ofan á það Við Ljósabæk sko Þannig að það er mjög bjart sko Já, þú sér basically bara í gegnum manneskjum Það er mjög secure Já, því að þú veist því að annars viltu vera myrskrufundi sæng sko en þannig undir flóðlýsingu þarf að vera það er að vera eins og C.J. Nú er ég að horfa á okkar besta mann í sporthúsinu alla daga
Ég hugsa því ég sé minn mann rífi í járnin. Þessi geti verið á baki með flóðljós. Já, það ekki? Já, ég tengi nú ekki alveg í það sko. En for the rest of your life, þetta þreytt. En var þetta ekki 5 ár? En sko, að sleppa kynlífi í 5 ár eða vera rest of your life undir flóðljósum. Það reyndar ég veist að mista þeim móla. En svo náttúrulega það einn vinkill í þessu líka að þú veist, þetta er kannski eyðilegur sko, spurninguna. En þú veist, þú ert kannski með flóðlýsingu heima hjá þér og svo ertu kannski bara með gömlu einhverstaðar og ferðalagið eitthvað. Skiptir engum máli, flóðlýsingi fylgir ykkur alltaf. Já, ég skil. En hristingar inn í þessu 5 ára þörfum? Nei, þetta er bara kynlíf með konun ykkar. Þú getur hristið í myrkri bara Já, en það er í lagi. Já, það er í lagi, en ég meina, þú veist, eru þið ekki að hugsa ykkur betri helming? Þetta er bara það að taka þetta spjallu, þetta bara hörðu staðan bara þannig að það er skúa fyrir hættunum í 5 ár. Ég meina, þú veist, ég er 40 að vera 45 ára. Þú veist, eftir 5 ára er ég bara hættur þessu hvort það er svo retired. Þetta er bara búið. Þannig að ég myndi sannlega bara taka flóðljósin sko. Já, ég meina. Ég held það sko. Eftir þú blásur þetta eftir 5-6 ár, þetta var búið. Nei, ég segi svona, en þú veist, ég meina 5 ári er helviti langur tími sko. Ég er ekki að segja 5 ári er ógeðslega langur tími. Ég er ekkert eitthvað óeðlega Ég meina, ég þekki Guðríði sko, hún 5 ár án gilsa sko, það er í töðunar á henni sko. Já, það er erfitt sko. Þá náttúrulega líka bara, þú veist, hvað gera þær í svelti, þú veist. Það er nú málið. Við þurfum að taka þess vegna, þeir þurfa að taka, þú veist, þeir eru að velja rétt. Það eru margir vinklar á þessu sko. Ætli þetta sé ekki, við erum sammála aftur ég og Setjó. Þetta er lýsingin. Báðir mjög sjálfsöryggir og með muscular body. Herru, þá byrst ég afsökunar fyrirfram. Hvort myndið þið frekar? Kúka á ykkur í hver skipt sem þið fáið fullnæðingu. Jesus Kristus. Eða býta af ykkur putta að eigin vali án deyðingar. Þetta er ástæðan þegar ég kem inn í heimsókn. Ég bara elska það. Og ég get ekki verið sem að neinstaðar, en ég elska það. Og það er ekki spurning á bylgjunni, Setjó, sko. Nei, þetta er lang erfiðasta spurningin. Ok, kúka á okkur, með smá recap. Kúka á okkur í hver skipti sem þið fáið fullnæðingu. Hvort sem það er með konunni eða bara sjálfum ykkur. Og líka í hristing. Já, skiptir engum máli. Eða býta af ykkur putta af eigin vali án deyðingar. Jesus fucking Christ, maður. Þetta er líka spurning sem ég fengi í þetta sko. Já, en þú veist, að sama skapi, þú veist, ég meina, þú veist að ferðast með þetta val. Getur ekkit ferðast með það að vera alltaf að gera á þig. Nei, það er ríkala sko. Alltaf eitthvað. Svo þarftu puttan auðvitað sko. Já, en þú getur alveg valið. Þú getur valið eitthvað putta sem skiptir ekki máli. Ég nota alla fingrasetningin, ég nota hvert einu og þetta putta. Ég myndi taka buxfingur. Ég verði hægari að senda mail, það er ríkalegt. Já. En þú veist, það styttist í það að þú getur bara að tala það og svo bara, þú veist, það AI er bara að fara að leysa það. En hversu þreytt hilsari? Góða punktur hjá. Þú hægir alltaf. En getur bitið að þið putta án deyfing? Heldur þú getur... Þú verður að gera það bara, þetta verður vond. Ég myndi líka menn ekki bara bremsa... Já, ég meina, það var ekki 126 hours hérna með James Franco. Ég meina, hann sargaði af sér. Sargaði af þessi fótinn, sko, til þess að bjarga sér, sko. En það er þetta býta. Já. Og þetta er ekki með hníf, bara býta. Hann var ekki með hníf, sko. En maður færi hann kannski á kjúkuna einhverstaðar, sko. Er þetta alveg hérna uppi við? Já, ég var bara að býta bara þið fingurinn. Ég er í álfuru vesinni með þetta. Setjó, að hæja sér hérna. Sko þetta er basically það sem er í hvert eina skipti bara sem eftir æðin. Þannig þetta er ekki ár og svo er þetta búið. Nei. Jesus Christ. Sko ég hef ekki kúkað á mig eftir að ég var fullorðinn. Ég hef sjartað einu sinni á mig. Og hérna það hlæjaði okkur að finna það. Já, það var bara nákvæmlega þannig. Og ég náði einhvern veginn að leysa það. Þú veist, ég var með þessi sumarbústað. Þannig að og þú veist, ég man bara hvað það var devastating, hvað það var erfitt. Hrikalt moment. Þannig að ég myndi reyna að naga með putta. Já, sko, meðal margir held ekki að leið sem að hlusta bara að vanta putta og leta ykkur vinnusleysi og eitthvað, skilur, og þetta er bara þú lifir bara með þess, þetta er líklega skárra. Þannig að hæja sér hérna í hvert skið. Ríka, og hvað þá þú komið bleiu. Já. Þú mátt ekki gera með bleiu. Þú mátt ekki svona með bleiuna. Það gerir í rúmið í rauninni. Þú mátt ekki verja. Hvað putti er þetta litli? Ég sagði það eigin vali. Já, þú þarft alltaf að vera með sko lilla og þumal og helst vís, þetta væri bauksari. Já, ok, þarft hann ekki í rauninni. Já, svona einhverstaðar ég reyndi að nota hann á hérna prófaði að býta fast bara í putta.
Þetta er hrikalega. Já, þetta er vond. Já, þetta er ok, þetta er erfitt þetta, Richie, geðu það en ég til að býta með putta án deyfingar. Við vorum sammála. Við vorum sammála í öllu. Þið voru sammála í öllu í dag. Drengindir, það er bara þannig, við skuldum auglýsingar og svo er það spurningakeppni Gilsarans. Takk. Og eitthvað sem segir mér að já, ég verði í baslið þar, King of Entrepreneur, og ég hef ekki skapað nokkuð skapaðan hlut á æfinni nema barnið mitt. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Klukkan vantar 5 mínútur í 5 og já, það er komið að spurningakeppni Gilsarans. Yes. Og já, það var vitað að ég og C.T.O. erum saman í dag en Gilsarn ákvað að gera keppni sem að heitir King of Entrepreneurs eða frumkvöðlar. Já. King of being entrepreneur. Það verður áhugaverð. Sko, ég viðurkenni það að hérna ég er búin að vera í loftinu á FM núna 20. október núna í næsta mánuði 21 ár straight á FM. Það er, Richie, það er svakalegt. Það er enda rosalegt. Það er frábært, skilur. Já, þetta er já. bara En ég hef ekki skapað nokkuð skapaðan hlut að meina að Joe hefur látið rísa upp bestu veitingastæði landsins þannig ég geti verið í brekku hérna. Já, sko, entrepreneur snýst ekkit endilega um einhvern fyrirtækjarekstur. Þú ert búin að skapa hérna arfleifð útvarpsmennsku sem að vera aldrei að tekin, sko. Þetta getur verið huglægt og hlutlægt og þannig að þetta kemur í ljós. Don't sell yourself Já, short. það er ími sko, ég held að Rikki geti komið svo óvart þarna, hann heldur þetta sé eitthvað 6-0 koncepti, 8-0, ég er ekkert endilega viss um það. Okay. Þannig að við bara keyrum þetta í gangi, það er 8 spurningar. Ertu almennur launagómur í dag? Já. Já. Ha? Já, ég er bara á launum við að sinna hérna keiluhöllinni og trampolingarinn. Það er reyndar amazing twist. Þú er semst bara launþegi? Já. Já, ok. Það er bara svo leiðis. Já, okay, þetta er ekki með 9 to 5 en þú ert technically launagómur. Já, bara er bara það. Já. Ég hef punktur á CJO, sko. Næsta spurning. Hefur átt your own goddamn sports bar? Já. Er það ekki? Jú. Ég veit ekki það að ég hef farið inn á marga en ekki átt á því miður. Nei. Þarna sko C.J. er komið inn í líð. Já. Þetta er Sjokker. Já, þú veist. Hversu gaman að vera að eiga your own sports bar? Það er gaman öruglega. Hversu gaman að lappin á bar, sportbar og þú áttan? Það er Ekki heldur gaman. Jú, það er bara æðislegt. Það ekki? Það er, jú, bara meira áttar. Ertu vinsælasti brúðkaups veislustjóri landsins? Ég ætla ekki eitthvað að vera of montin en ég held ég sé alveg upp þér sko. Já, ég er down there, sko. Það er alveg 0 á mig. Já, ég meina Veit ég hver á breyki þig í brúðkaups veislustjórnum? Nefndi eitt gæja. Ég bara veit ekki en ég er búin að taka 20 brúðkaup á árinu. Það er bara svoleiðis. Og það var max 20 mann skipt sér á árunu sko. Það er reyndar, það er geggja. Ég nefnilega hef tekið nokkur svona brúðkaups veislustjórn en það er alltaf bara hjá einhverju vinum mínum, sko. Málið er það að ég þekki fólki aldrei og mér finnst það eiginlega þægilegra. Já, ég bara smíða með þeim geggjaða dagskrá, hitti þau, kynnist þeim og hérna, þetta tekur líka pressuna af hérna fólki vinum fólk sem er að gifta sig og þau geti held í sig. Já, bara verið í fríi. Það er ekki entrepreneurship, þá veit ég ekki hvað. Hann er búin að vöru þannig. Hann smíðaði vöru, hann er bara veislu og líka prófa hann, sko hann alltaf er að comedian og svo DJ hann líka. Heldur betur. Allt í einu pakka. Ok, nú er ég fann að skilja þetta eins. Já, ég meina, þannig að ég held að sko fólk sem er að gifta sig, sem er ekki með ykkur að sýsti sína flippaða vinkonu eða vin eða eitthvað, þau hringi King Richie. Klálega. Já, takk. Þannig að það er 1-1, þið fenguð ekki punkt fyrir laun, eða entrepreneur er ekki launamaður. Þannig að það er 1-1. Vaknaður einhvern tímann einn morgun og hugsaðir, ok, krakkar elska að hoppa, there's cash to be made there, og rakaði svo en cash. Það er svo gaman að lappa inn í eitthvað svona. Þú verður svo að lappa inn í eitthvað bara eins og eitthvað boxpool. Ok, krakkar elska að hoppa. Fekstu það hugmynd einhvern tímann? Já, sko, þú veist, maður náttúrulega maður þarf að huga skemmtana gildi þáttarins. Tæknilega séð er þetta ekki alveg accurate en Technically. Nei, ég vaknaði ekki einn morgunin, sko, og hérna með þessa hugmynd einhvern veginn í kollinum, sko. Ok, krakkar elska að hoppa.
ég meina En það er bara eitthvað svo geggjuð pæling að bara vakna upp með þetta og sjá hoppandi barn og bara, heyrðu, hver fjárin? En hoppandi börn, það hefur vist verið að cash cow. Það gengur vel. Það er nóg hoppað í skopp, sko. Ætli ég eigi ekki svona cirka 20 skall á mánuði í þetta. Akkur er ekki með lightbjór og krana þar fyrir fullorðna fólki? Það er, sko, maður má ekki... Drullast í gang með það, Já, ég þarf að fara að ríða mig í gang. Já, veistu, þegar þú getur vissi, þú getur Ritchie og Gilsi og Blöð og svona þessi, í stað fyrir að vera niðri með the kids, uppi, light á krana. Eitt kaldan fyrir pappa sem eru þreyttir. Getur þú sett það í ganga? Já, ég skal setja það í gang. Jú, ég skal fara í það mál. Ég vaknaði því miður ekki með þá hugmynd. Það er 0 punktur á mig. Það er eðalega góð hugmynd, sko. Ég sé að Joe var a goddamn genius. Ég reyndar vaknaði ekki með þá hugmynd heldur, sko. En góð hugmynd engas. Hefur þú hristi Jisk? Ég elska þegar spotlighti fer af mér. Hefur þú hristi Jisk sem var rúmfattalegurinn? Yes. Nei, ég hef ekki gert það. Sko, ég gefi líka punkt að þú hristið í rúmfattalegurinn á að vera breytt nafninu Jisk. Nei, ég gerði það aldrei. Við verðum að hætta að ljúga það á þjóðinni. Já, nei, ég hristi mig aldrei þar. Það ekki? Nei, hvenær? Ég fórstu bara á bakið þarna. Hver var spurningin? Nei, ég myndi þetta að vera svona samblanda af samlífi og hristingum að það villust metið hjá mér. Já, bara kolvillust, það er bara svaraði nei hérna. Já, ég blessunlega get svarað neitandi alveg. Ertu stundum í Jisk? Ég fer oft í Jisk, sko. Bara ég sæki þarna. Ég var að kaupa geggjus garðhúsgögnum daginn, sko. Dínur og eitthvað. Hvað gerir fólk þegar labbar inn, Richie? Hvað gerir fólk þarna? Er hort á þig? Nei, þekki mig sem lengina þessum krökkumanna, sko. En sko bara tilhugsunin samt geggjuð að vera þarna að ná sér í uppblásna dínu í útileguna og bara hugsa ég til í hristing. Nei, ég vann hann í 2 ára. Ég held ég var að gefa Richie okkur þægilegan punkt þarna. Já, ég er bara mjög fein af ekki fengið hann. Ok. Sorry Richie, ég er bara að hlæja með. Sko, sér Joe er hann yfir. Hefur átt á einhverjum tímapunkt í lífinu fleiri en 10 veitingastæði? Já. Richie. Nei, það er stímiður. Já. Ok. En nú er komið döðafæri við þér, Richie. Ef þú svarar þessu þá 3-2. Hefur þú sendt stórglæsilega limumynd? Það er ótrúlega þessi þáttu sé að fara að vera að fermast á næsta ári, sko. Já, það er alveg með Það er með ólíkindum, sko. Ólíkindum, sko. Þessi spurningakerfi er bara eilíf. Það er svo Bill Murray í Groundhog Day, sko. Þegar maður mætir hérna fyrir fram að takkana. Ég skal bara taka þér hittan strax, Ritchie. Ég er saklaus þarna. En ég hins vegar, sko, ef ég hefði verið óharnaður úlingur einhvern tíman, ef ég hefði verið yngri á meðan að bara símar, ég veit ekki hvað ég hefði gert. Ég var samt bara 25 ára, sko. Já, ok. Ég er clean. En aftur kem ég að því, þetta var gert í gríni við Kristinn Pálsson, vinn minn. Já, hugsaður, og myndu skvílaði hann? Nei, sko, þá vissi ég ekki að hérna, þú getur tekið screenshota á Snapchat. Það með já, sorry, já. En það er samt miklu skárra að hafa verið að djóka við vinsinn. Já, en að vera að hérna, senda þetta á einhverja óeðjandi staði. Þetta er brjálega, aldrei. Já, það er 3-2. Sko, þetta er í rauninni bara býtu 3-2 fyrir Ritchie. Já, fyrir þér, sko. Og þetta er rauninni bara, já, þetta er svolítið bara kærni sem engi vil vinna. Búið, sko, ég með 2 spurningar samt eina sig, ég get vala eina sem það hefur ekki vil vera ef allir jafn þetta. Það var nú gaman að fá. Já, sko, það var gaman, sko, ég hef aðmeina, ertu frumkvöðl í samlífinu? FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957 og það kom að lið sem ég ætla að vera með á meðan að ég og Gilsarinn erum hér í loftinu fyrir drengina og gestir koma til okkar. Það er upprifjunin. Og sko, upprifjunin er hljóðbrot. Við byrjum á að heyra hljóðbrotið og svo koma spurningar. Yes. Og ég er með nokkra spurningar á setjó þegar að þessu upprifjun er búin og þetta hljóðbrot er búið að hljóma. Við ætlum að spóla til ársins 2020, nálega tiltekið 3. janúar. Þegar að Auddi, Steindi og Gils voru saman í loftinu, þetta er komið nýtt ár og þarna vissum við ekki að við værum að fá COVID-viðbjóð yfir okkur 2 mánuðum síðar. Þarna eru allir bara saklausir og góðir en
Gilsarinn eins og alltaf í fyrsta þætti ársins í FM 95 blöð þekkir völvu og hann segir alltaf kafskegn og þetta alltaf sama völvan eða ekki? Já, svona einn sem virtu sem ég reyna alltaf að hafa sambandi. Já, mjög virt. Og hún kafskegn. Kafskegn. Það veit ég, þú hittir hana eða bara... Já, nei, einast ekki bara senda mynd af bara mannum aðilanum og það færið tilbaka. Já, og sér fæði skýsluna. Já, þú segir ekkert hvað hann heitir eða neitt hann. Já, hún aldrei beðum, bara mynd nósaðan. Þannig að hún ekki beðum, nafn, sko. Ég segi bara mynd af Sétjó og mynd af Blöð og mynd af þér og... Bara tengir hún strax. Já. Þannig virka þessi völva, sko. Já, það með að Gilsarinn sendi greinlega mynd af Sétjó á þessa völvu og við skulum heyra hvernig spáin var fyrir árið 2020 hjá Sétjó. Jóhannes Ásbjörnsson eða Cocksucking Joe mun halda áfram að safna veitingastöðum á árinu. Nær hann þeim merka áfanga þegar hann nær 30. veitingastanum á árinu 2020. Það er ekki svona. Það er ekki flott. No. En það er ekki eini áfangin hjá Sétjó, en hann mun standa undir nafni þegar hann getur sinni fyrsta titling á árinu. Þetta að grót maður. Menn að standa þetta nafnir á. Já, þetta er bara náttúrulega skýrsla sem ég fæði fór þessari völvu þarna. Það er ekki eiginlega sakast. Það með að fyrsta spurningi minn til þín varandi uppröfunina. Hvernig kemur nafnið Cocksucking Joe eða Sétjó til? Það er oft talað þegar verða svona peppa kvikmyndir from the crazy mind of blah 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 comes eitthvað, þetta fættist bara í höfðinu á Agli hér, ég held ég að setja í þessum stól. Já. Og það var svona það lá svona einhver smá rauðvínslíkja yfir vötnum þegar ég labbaði inn í stúdíóð, svona einhver væg og þannig að það var mikill hressleiki í þættinum og ég held að einhvern veginn, ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið, sko. Nei. Þetta var basically, blessaður, Cocksucking Joe. Fyrir ekki, hvað segir þú? Og hann bara heitir þetta í dag. Og með þess að Instagram, sko, hann er bara Sétjó á Instagram. Akkurat. Og ég ákvað hann ónaði þetta bara. Já, það eru tvær leiðir þegar þú ert beittur grófu ofbeldi eða einelti að þú getur annarkvort bara farið að grenja eða svona einhvern veginn reynt bara, þú veist, vinna með þetta, fylgja strömmnum. Já. Ég valdi seinni kostinn og breytti Instagramin í Sétjó. En sko, svo nefnilega er líka svolítið skemmtilegt, sko, að fyrst var ég náttúrulega í smá svona mótróa með þetta og svona þetta sérstaklega þegar við erum að nota fullt nafn, sko. Já. Og mér finnst það vera og ég man að ég svona hálf samt einhvern tíma við Egil að getum ekki bara sæst á að nota meira séð og ég ætti börn og eitthvað svona og eftir það einhvern veginn þá fór ég svona smám saman að sætta með þetta. Svo gerast undur og stórmerki. Ég er bara, þú veist, villist niður í bæ 2 á ári eða eitthvað, eða þú veist, fer á fjölfæni stað, þá allt í hennu fann ég bara, það var bara komið svona mini-hype, sko. Það var bara, hey, Sétjó! Eitthvað lið bara að fá mynd af sér með Sétjó og ég sagði, þetta er bara helvíti afskið orðbræði. Og rýbrandaði bara. Já, þannig að ég tók bara fyrsta og eina skipti sem að ég, þú veist, breytum listamannanafn eða tek upp listamannanafn. Það var þetta, sko. Já. En mikilvægast að spurningin er hins vegar ég á ennastur að gera það, sko. Þannig að völvan var ekki sansmá. Ég á ennastur að gera það og ég skal lofa ykkur því að Egill var fyrstu sem fær að vita það ef og þegar að það var svo skilabóðið eða myndskeiðið eitthvað bara í kvelli leið og það Egill, hvað heldur maður? En þú verður samt, sko, eiginlega líka að segja, sko, þú varst í viðtali þegar þetta fættist. Já. En þú varst ekki laus við Gilsaran alveg því að
þú varst held ég að veislustýra á herrakvöldi HK. Já, sama kvöld. Já, og Gilsarinn var þar. Já. Og hann var svolítið að kalla þetta upp á sviðið, ekki? Jú. Þá var ég ekki í, sko, ég kalli upp á svið, Joe, sko, í miður. Ég með hann alveg promóter þessi gæi, sko. Þannig að þetta nafn bara festist og ég bara, eins og segi, ég er nokkuð bara... Já, tökum við kassan. Brattu með þetta, sko. Þannig að bara nýtt nafn, þú ert ekki Jói Ásbjörns, þú ert bara Joe. Ég meina vinir, sko, ég Ertu kallaður á bara meðal helstu vina? Nei, en þú veist, en svona þessi yngri kynslóð, þú veist, dóttir mín í Vestló og svona og vinir hennar bara, hei, er ekki Joe pappið þinn? Þetta er alveg svona. Ég elska þetta. Þetta er alveg. Herruðu, þetta var upprifjun dagsins í FM 95 Blöð. Þú kannt væntanlega Gilsarunum miklar þakkir fyrir þetta, ekki? Jú, í dag. Ég var átt í smáruleikum með þetta fyrst, en ég er búin að sæta með þetta fullkomlega. Herruðu, þetta er smástund þá Jói sviðið. Hann ætlar að henda mér og Gilsarunum í keppni sem ég ætla að pakka saman, takk. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Þetta er FM 95 Blöð hér á FM 957. Föstudagur í dag, það er Game Day. Það er búið að kveikja á flóðljósunum á Laugardalsvelli. Við erum að mæta svartfellingum núna hér í... Fyrir sér leikur, Richie, og... hvernig hérna fyrir þetta? Svona, ég þarf að beita $1 í 2 núna. Já, við erum án besta varnamannsins okkar, Sverringa. Við erum án runni besta miðjumannsins okkar, Hákons Arnars, sem er middur. Ég er hræddur jafntefli. Ok. Þannig að svartfyllingar eru kannski betri en fólk gerir sér almennt grein fyrir. Nei, ég held að réttasvari sé að við erum ekki jafn góðir og við höldum að við séum. Já, því við erum ekki við erum án svona lykilmanna. Já, og líka bara hvort sem þeir verið með ekki, því að við erum alltaf að telja Ísland bara vera í kringum England, að því við erum England í einhverjum vináttuleik og eitthvað svona. Já. En það er ekki þannig, sko. Það með að ég hræddu við jafnteflin, ég vona við kreistum út 2-1. Ég helst bara að fara samt á loyalty á okkar menn. Já, þú gerir það væntanlega. Ég nenni ekki X. Iceland for the win. Já. Vel gert. Hvað er það í stuður? 2.15. Það er lélugur stuður. Double your money. Heimavalli. En á Montenegro. Hvaða stuður er það? 3.58. Já. En shoutout á strákan okkur undir 21 og styrunu Dani. Já, virkilega vel gert. Já, og nú eru þeir komin í dauðafæri á að fara beint áfram á EM 2025. Okkar sterkast maður Ólafur Ingi Skúlason að stimpla sig inn. Sá er heldur betur að stimpla sig inn. Það er að vinna þess að drep leiðilegu Dani, maður. Það er bara svo þetta er þreytt land, maður. Þannig að nú þurfa strákanir okkar í alhansliðinu að fylgja þessu eftir. En Joe á sviðið, þú ætlar að henda mér á Gilsarunum í keppni. Já, þetta er basically þannig. Þetta er gerum þetta oft í bóðum og partíum, svona fólki kringum mig. Þetta er sem sagt þá er ég búin að taka mjög þekkt íslensk dægulög, snara textan mig úr á ensku. Ég er ekki bara að fá einn punkt í þessu, ég er ekki að bara að reykja mig. Já, sko, ég veit það samt ekki. Það má bara grípa þegar ég bara byrja að lesa textan og ég byrja þú ert að fara að snara sig yfir á ensku. Já. Og mjög þekkt, þú veist. Já, þið bara, orðið myndi þannig, ef þið myndi heyra lögin á íslensku, getur þið sungið með einhverju einasta orði. Já, í öllum þessum lögum. Þannig að þið megi bara strax grípa. Bara bling, það er bara bling. Já, eða bara kalla fram nafnið. Það er ekki réttu pöndur, ég er ekki á svara einnig spurningu hana. Akkur heldur þú það? Akkur eftir að selja og sjálf? Þetta er að segja lélegastur í, textar. Ég get ekki sungið með einu lagi í bílum, engu. Getur ekki sungið með Svartur Afgan? Nei, bara engu. Getur ekki sungið með Rómíó og Júlía? Ég kann enga texta, krakkin er bara þannig að bara söga og texta hvernig kann eitt reynslu og kann á utanaf. Ég er bara með all lóðuritt. En ef ég fæ punkt, þá er ég sáttur. Þú ert teknogómur. Ég er teknogómur. En er þetta nokkuð þannig, Joe, að senda þetta allt og hann vinnur með á 0 eða? Nei, það var veistla, sendu á mig núna, sé Joe. Ég er hrekklaus maður. Þetta er alveg... Þetta er ekki en þetta er legit. Fyrsta lagið. Ég er ekki með honum send. When the field is growing and the winter is running away and the hot sun is melting the earth, I come home and meet you and stay with you forever. Jesus, we build ourselves a house in the countryside that smiles opposite the sun. Getur þú sungið þetta nákvæmlega svo lagið er? Þegiðu Gilsarans. Getur þú sungið þetta nákvæmlega svo lagið er? Nei, það myndi hjálpa mér aðeins. Já, það er aðeins svo mikið gefur. Hann er að lesa þetta eftir hann er að shut your mouth. Okay. When the field is growing and the winter is running away and the hot sun is melting the earth,
I come home and meet you and stay with you forever. We will build ourselves a house in the countryside that smiles opposite the sun. There my land will protect a young life. The sun hits the base with sunshine. Look at the burning glacier. Everything is bright for the both of us because I am home. Þetta eru ferðalokk. Það hár rétt, ég komin heim. Já, ég komin heim. Everything is bright for the both of us. Það er ekki myndi pakka það Sko, eitt punktur er eitthvað. Ég hefði ekki getað giskað á þetta. Það er ekki 6.000 áfis. Ég hef aldrei náðu þessi. Aldrei. Hérna kemur eitt sem að Tóttum með eitthvað. Höldum að fram, þetta er spennandi. Ég er bara 1-0 undir. Næsta lag. A group of children and some immature grown men started to dig into my personal stuff. Já, þetta er hérna Já, hérna When I wasn't hard. Ég kom með svarið til hérna. Já. Hérna Það er, veitu hvað Já, þú veist, þú getur sungið á íslensku þá er ég með það. Þú veist, það qualifier. Hérna Ég skal bara taka þetta. Þetta er nýdönsk og þetta er einfallega börn og aðrir minna þroskaðir menn fóra grams í mínum einkamálum. Svo skemmtileg hvernig þetta heldur áfram. Fram á nótt heitir lagið. Fram á nótt. Það er ekki fræðilega að gera hvað það heitir sko. Vissur að þetta heitir Fram á nótt? Ég sagði þér ekki, þú er geggjaður í þessu leik. Já, sko, svo kemur þarna setna sko When I wasn't hard yet, sem ég fannst fyndið. When I wasn't hard yet. And had a really hard time compromising. You had to walk like a sacked man in a swimming balloon. Varstu bara sjálfur, varstu bara með bolla heima að semja? Já, mér finnst það gaman. Þetta er rosalega. Þetta er geggjað. Herðu, ok, lag 3. Þetta eru 4 lög. Ok. Ég get jafnað. They called me a bastard. The bastard from the village. They knew all sorts of stories about me. Þetta So I left the village. Segð þetta eftir. They called me a bastard. The bastard from the village. Þeir kölluðu mig hálfvita. Hvaða lag er þetta? Þeir kölluðu mig rasshaus. Svo segir hann Then after a long while I returned to check out my old hood. Er það Buttercup? 2 older women were letting their noses touch. Wow, noses touch. And said, there comes the bastard. Hvað, tvær gamlar konur að nefni snertast? Já. Er það textina? Stinga saman nefjum. Mér finnst það bara eitthvað svo skemmt. Sko, þetta er þitt shit þarna, sko. Lesta einu svona. Já, sko, ég get farið beint í viðlagi, sko. Já, hvað er það? I come back after a long time to check out my old hood and I feel that in my inner nature I am still the same old bastard. Jesus Christ. Na 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 na. Það er mikið að liða keira núna sem er bara lemjandi í stíði, sko, drástaðförum og FM, sko. They called me a bastard. The bastard from the village. Called me a bastard from the village. Já, ég er ennþá þessi astni. Nei, það var enda mjög vel. Það er Björgvin. Ég er ennþá þessi astni sem þú kistir fyrst. En þetta er Þorparinn. Róleður Þorparinn. Þorparinn í Þorpinma. Já, bastard, mér varst það eitthvað svo. Það er frábært þýðingjöð að setja. Síðasta. Ég var mjög ánægð með 2-1. Já, there's a weak light in the attic. The hearts are warm and the rose is pale. Food leftovers, a bended spoon, and your conscience burns from the spear. What? They believed in their dreams and the cold darkness, and the dreams worshipped them. The fingers were fiddling with the cold steel. Þetta var Bubbi. And the pump was sucking your will to live. Það var svo Bubba. Það er Bubba textið þarna. Já, getur verið. The long dreams all merged into one, and they as well in their numbness. The needle became the life itself, and with it they could change the future. Oh, the needle. Og þetta er Bubba. Bubba er að velta steinum að það. Er þetta Bubbi eða? Já, þetta er Bubbi. Ég veit að þetta er Bubba. Ég get ekki nefnt. Ég segi Serbin, einu lagi sem ég get nefnt með King Bubba. Svo kemur They were lying in the attic, spinning a web, threading the fear on a thread. Nei, nothing could happen because there was no if. Minnst ég að var punkt bara fyrir að giska á að segja Bubba. Egil, ert hann þó að tala? Hlustað á gæjan. Þegið hans. Ég get sungið fyrstu línuna. Ok. Já. There's a weak light in the attic. Ó, þetta er svo Herbert Guðmunds að það.
The hearts are warm and the roses pale. Food leftovers, a bandit spoon. And your conscience burns from the spear. They believed in their dreams and the cold darkness. Rómeó og Júlía Rólegur ekki Ísens Ég ætla saman þó ég hef pakkað þér saman þó að þú veist, það sé ekki að vinna en ég samt ósáttu við sjálfum mig ég hefði getað gert betur í dag Þetta var samt vel gert. Það var mjög vel gert, ekki svona erfið við sjálfa þig bara frábæri svo lið Frábært, þetta er gaman. Þetta er skemmtilegt Þetta er skemmtilegt. Er þetta svona í spilabúðum í svona Sétjó er með rosalega liði Já, við erum alltaf að koma með eitthvað nýtt Það fyrir steik og rautt í Sétjó Er þetta leikur sem við farið í það? Ég var að spila reyndar út á Ítalíu nýtt spil sem að ég elska sem að heitir Hitster Hafðu spilað það? Nei, hvað gerir maður þar? Það er lagabyrjun Þú veist, spjöldin er öll með QR-kóðum Já Svo ertu Spotify tengdur Skannar QR-kóðum þá byrja lag og þú átt að gíska hvaða lag er og staðsetja það í tímaröð Þetta er alveg snið Já, byrju, hvaða lag kom á undan? Já, þannig að þú þarft að ná 10 lögum í rétta röð Þú veist, ártalslega séð og fara aukast þegar fyrir að gíska á flytjanda og lag Like it Við skuldum auglýsingar og svo er það spurt og svarað Gilsarinn Við leysa vandamál Jú, reynum Leysum vandamál Þetta er FM FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum hér Rikki G, Egill Gils og C.J. og það er komið að spurt og svarað Uppáðsliðurinn okkar alltaf Hann er aldrei þegar að Uddi og Steindiru Eru þeir búin að stræka á þetta? Gilsey, þú kannski getur svarað því Neita þeir að Já, þetta er bara Já, ég hef ekki fengið að vera með þetta bara, þú veist Ég fæ reglulega mail en bara þeir töðu alltaf og núna þeir frí þannig að Richie hefur ekkert að töðu með þetta Og okkur er aldrei spilaði trailera lengur Já, getur þú tjekka hvort að spurt og svara trailerin sé Nei, þeir er búið að eyða hann Í alvöru? Já Er engin trailer eftir? Ég held að Blöð sé búin að eyða þessu öllu Nei, Blöð er ekki búin að eyða þessu En þú tjekka spurt svara trailerin farin Það er tjekka því Já, það er gaman svo Elskar þessu trailera Hvað rassandlit er að dílita trailerum en á svo stöðum Það sko, við tökum langa tíma að smíða þessu trailera Þetta er bara eins og kvikmyndatrailer Kemur sér bara eitthvað yttur á delete Já, maður sjá Það er já Reka þetta lið You have a problem. Do you have a question? Ég er með spurningu inspiration Gilsi Come to me with your problem I will solve it Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man Ég þrítugur og sköllóttur, munu dögunar líta við mér Ask the man who is fearless Send me the questions Spurt og svara Já, hún fjekkst þetta í gang Það er ekkert eðalega, það er alltaf stuttur samt Já, sko, þetta var alltaf að vera með liðum Þú veist, þetta bara gerir Ég er að berjast við trailerum hérna Það er bara einhvern veginn, gerist ekki neitt Ég er bara allir saman hvað ég tuða En hörðu, eftir ég postaði myndin á The Gram af ykkur tveimur fólunum dældist inn feedback og spurningar og ég ætla að taka 2 random og málega þetta er svolítið, ég veit ekki hvernig spurt svara þetta getur svolítið lestur, þannig að fólk sem er að keyra núna eða í ræktinni eða eitthvað bara halla sér aftur, fá svona síkó og slaka þess á við erum að leysa þetta vandamál núna Já, við erum að hjálpa fólk og fyrsta spurningin er Sæli félagar treysti mér ekki að koma fram með þetta nafni þetta er viðkvæmt topic Málið er að ég helst ekki lengur í sambandi með henni 6 til 12 mánuði það er það sem ég er að díla við því ég er að byrja að deyta þá er allt geggjað ég er bestur í þessum svo kallaða honeymoon period þá er maður að senda horni skilaboð, mæta heim beint á buxunum, allt beint á bak og allt upp á 10 svo eftir kannski 3-4 mánuði þegar honeymoon period klárast þá ströggla ég þá er þetta oft bara að vinna heim þáttur kannski á hlið í beddanum 2-3 mánuði max svo deyrir þetta einhvern veginn og við hættum saman og ég kom með nýja kærustu og sama gerist aftur en mér langar að finna eiginkonu og eignast gristlinga þannig spurningi mín var kynlífsvélina hann Richard nú ert þú búin að vera með Valdís í einhver 15 plus ár 20
Já, þú ert búin að dressa þig upp á fasteignasala, laumað fram í stofu til að hrista þig, skella þig frún á eldhúsborðið, ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að Richard, eftir 15-20 ára samband, þú ert eins og ég á fyrstu 3 mánuðunum, en þú ert ennþá svona eftir 15-20 ár. Teach me, Richard. Ói, hvað það var ógeðslega Hverja rödd. hlöðver í gæðsölöfum því að hann vill ekki vöndu nafni þessi mestari hérna. Hlöðver leinunafn. Hvernig heldur the spark eftir svo langa tíma, Rich, í samlífinu? Já, hvað er ég að byrja? Hvernig svara maður þessu? Byrja að fyrsta. Þetta er ekki einfalt svar. Já, þetta er bara hinskilinn. Men einhvern veginn, þú ert alltaf gengur þetta hjá þér og frúnni, það ekki? Það er bara að taka samtalið. Númer 1, 2 og 3. Já. Tala saman. Getum við gert eitthvað gott og Tala saman. Hvað varst það því þú postið svo fasteignasali hann á sínum tíma? Þú varst það búin að ræða það við frúna? Já, bara samtalið, það er svarið mitt. Samtalið, fair enough. Hlöðver, talaðu við konaðina. Já, en nú er önnur hérna og ég er svona hraðlas, þessi með að twist. Sælgilsari byrja að segja mér, þú verður mikill frábær og huggulegur. Frábært sagt það. Ég er með spurningu á báða meistarna sem er með þér í dag. Sama spurningin á báða. Þegar ég sá í stóri á þér í dag að Cocksucking Joe og Richard væru, þá hljópi ég tölvun og sendi þetta mail. Ég er búin að bíða þessu moment í mörg ár. Það er meðlega amazing twist því að þeir hafa báði þekkingu á þessu vandumálu mínu en frá sitt hvort hliðinni. Þess vegna er þessi geggjað að geta spurt og fengi svör frá báðum. Spurningi tengist vinnunni minni. Ég seti að vinna inn í húsgagnarverslun fyrir austan og ég get lofa ykkur því að það er ekki starfsmaður hérna sem hefur hrist svo oftar í vinnun en ég. Ég vinnur hristar eins og Richard. Basically er staðan þannig að ef það labba kúnni hérna út og ég fá nokkra dauða mínútur þá hrist ég. Sorry. Þetta er ekki hægt. Þú veist, þetta verður bara að stoppa þetta sko. Ég nenni ekki að vera leiðilega að nýta og play aftur en þú veist af hverju erum að þessu. Ég ætla að minna að þú ert 45 ára næstu í sko. Má ég klára að spurningu? Já. Við ætlum að leysa þetta. Já. Og það er sko, já. Ég passa mig samt að hrista mig aldrei þegar það er törn. Þannig að ef búðin er stöppuð þá er ég closing sales. Og ég er klálega besti sölumárinn í búðinu. Þannig að spurningin minni er á A, fellow hristara Richard. Hvað finnst honum að ég að gera? Halda hristingunum áfram eins og hann gerði í Jisk og halda svo bara áfram í lífið. Svo er spurningin á business owner / boss, ég Joe. Hvað finnst honum þessa hristinga? Ég meina, ég er closing sales, er þetta ekki bara í góðu? Af því að ég er búin að svara Joe, byrjum á Richie. Akkur á að byrja á mér. Þú ert svona hristings megin í þessu. Hvað veist þér þetta? Hvað heitir hann? Hann vildi ekki koma undir nafni þessi mestari. Ok. Skrítið, það var vanlega að segja menn hverja Sigurður eða Þorleifur eða Hlöðver. Ok, John Doe. Hvað er John Doe? Ég get ekki hjálpa þarna því að ég hef aldrei hrist mig á vinnustað áður. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég á að hjálpa þér. Þú veist ekki að tengja. Nei, tengi ekki alveg við þetta. En ef þú ert í lokuðu rými og þetta hefur ekki áhrif á vinnuna þá bara go for it sko. Setjó, þú ert alltaf með hinnar hliðina hana. Já sko. Business owner með 6.000 manns í vinnu. Gæin er closing sales. Það er ekkert að tuðið við því. Nei, sko, ég myndi segja sko, mér verður hugsa til einnar bestu myndar allra tíma, Wolf of Wall Street, og hérna þar var nú reglan á Wall Street að hrista sig mikið sko, til þess að það var svo sem ekki allt með feldu í því starfsumhverju svo sem. En sko stutta svarið er samt eiginlega bara sko ef þú sinnir vinnunniðinni og hérna og árangurinn tala fyrir sig og þú ert ekki alltaf að hverfa af föstum pósti eða missir ekki sýnileikan í vinnunni að þá bara hérna þarftu bara að passa að læsa að þér sko. Er það ekki? Jú. Það er ekki það þessu? Nei, svona þú veist við dæmum ekki. Já, og svo náttúrulega myndi maður kannski, þú veist, hvetjan til þess að hérna, ef hann kannski nota einhver, hérna, kannski eitthvað með síman eða eitthvað eins og ég hef heyrt að sumir geri að hérna, að vera ekki að stilla hann á hátt og passa hans ekki tengdur einhverjum bluetooth tækjum eða eitthvað
Og það er svona bara basic hlutir sko bara svona conduct yourself og það bara, já það er heldur margir starfsmenn höfbrukarstöður eru glaðar að heyra þetta sko. Já, ég meina svo kannski er einhver tengsla milli þess að vera bara, það er oft talað sko, orðið graður getur tekið á símsa merkingar það er alveg svakalega öflugur og svona graður sölumæður og svo er ekki súkkulaði báða með einu hóplistinu sko þú veist bara þetta er bara vel leist sko, Rikki kom með enga laust sem svona hristingsmegin en sé Joey bara vanda sig við þetta. Já, þetta er líka vel margir svona lagir með núna sem eru núna bara, þú veist, bara öskrandi og fögnuði bara á rignir inn umsóknum hjá. Já, takk fyrir þetta Gilsari, helvita gott. Ég ætla að henda ykkur í keppni, þetta er smástund því líka djöfuskeftaðir. Þetta er FM FM 957. Það er þannig, föstudagur 7. september í dag og ég ætla að henda strákunum í ansi skemmtilega keppni. Já. Fyllibötu keppni. Sko, ég ætla, ég veit ekki, ég er ekki búin að skýra konseptið, en sko Nýr liður? Já, þetta er nýr liður. Ég bara fatta hann akkurat. Þetta heitir einfallega bara rýndu í röddina. Þetta eru allt karlmenn. Þeir eru bæði erlendir og íslenskir. Þeir eru allir eitt sameiginlegt. Þeir elska sopan. Af því að við erum komin á Oktoberfest season og við erum ekki að dæma einn í þættinum að sjálfsögðu. Þeir gubba ekki í víninu eins og maður sagði. Já, þeir elska sopan og þið fáum nokkra spurningar á mann. Það eru 2 stig fyrir rétt svar. En ef aðilinn getur ekki svarað, þetta er eins og í quizunni hjá Bitni Bræða sem er að byrja stöð 2, þá er þetta stela fyrir 1. Þannig ég ætla að leyfa ykkur að velja. Hver vil byrja? Já, þetta er ekki bara ekki keppni saman. Setur ekki eitthvað. Nei, þið eru í keppni. Já, svarréttur og svo getur þú stólið. Gilsi, ég spyr þig á spurningu. Hver er röddin? Þú getur ekki svarað henni. Þá getur Joe fengið 1 stig. Annars verður 2 stig fyrir að svara rétt. Ég þarf ekki að faxa þetta til. Nei, ég datt út, ég var að lesa skilabóða Messenger. Ég var ekki að hlusta. Vonandi góð. Þetta hlaður. Allavega. Hver vil byrja? Hlöður var að detta henni og hann var rósattu við svarið okkar á hann sko. Það er að fá meiri útskýringar á þessu. Hver vil byrja? Shit, Joe. Ok, ég skal byrja. Þú vilt byrja? Þá ætla ég að spyrja þig. Hvaða meistari þetta sem elskar sopan? On it and they can figure all this stuff out. They can try to like normalize it, boring, stupid, you know, and that's fine. But for me, it's I've just answered to a higher calling, and it happened in a blink of an eye, and I'm totally excited by it, you know. Þetta er það núna að setja Joe með svaretinn, hann klárar, ef hann hægir sér, já, þá getur þú stólið. Þú getur fengið að heyra þetta aftur ef þú vilt. Nei, ég held að þetta sé Keith Richards. Þú heldur að þetta hérna normalize it, boring, stupid, you know, and that's fine. But for me, it's I've just answered to a higher calling, and it happened in a blink of an eye, and I'm. Þú heldur að þetta sé Keith Richards. Já. Ég manna gisk. Lokasvar? Já. Það er rá. Charlie Sheen. Þú ætlar að segja Charlie Sheen fyrir stöld á 1 stigi og Gilsarinn vel gert. Thank you. Auðvitað, þetta er þegar hann var winning. Já, þetta er Charlie Sheen á helvíti vondum kabla og gaman að segja í þessu viðtali er hann að drekka viski og kveikja sér í sígarettu í hljóðverðinu. Já, ég man eftir þessu, hann var á svakalega hressum stað. Hann datt í keyrslu. Datt í góða keyrslu. Wow. Misti tóna Hartmann geggið, spólaði vel yfir sig hérna á þeim tíma. Röddin í honum er ekkit svona, hann var bara að keyra hana í þetta rugl. Já, þarna var hann eitthvað öðruvísi í dag, en þarna var hann á slæmust stað. Já. Við höldum áfram, þú fær líka erlendan aðila Gilsari. Og ég var svara núna, ég veit ekki hvað. Þú getur komist í 3-0. 3-0? Ekki 2-0 eða? Já, þú stalst 1 núna. Þú stalst fyrir 1 stíð og þú fær 2 stíð og þú svarar sjálfur rétt. Takk, ég vinn á FM sko. Já, ég veit að það sést rosalega langa leiðir sko. Ertu með bílprófið það? Herðu Gilsari, 2-0. Já, það er 1-0. Ekki 2-0 meira? Nei, þú stalst fyrir stíð. Ok. Hver er aðilinn? I accept it. Okay. What is your favorite? What is your favorite swear? Hvað var eina sem hefði accepted? Favorite swear word? Yeah. Really? Yeah. I'll keep it clean. Bollocks. What? Johnny Depp. Já, lokasvar. Já. Já!
Þetta er The Johnny. Herru, vel gert þig. Egil þekkir þá sem elskar sopan. Já, ég sér það mér þeim. Já, en þá erum við komin yfir í Íslendingana. Jæja. Svolítið erfitt að vera að gíska á eitthvað sem er ekki rétt, sko. Ég er að straugla með þér í íslensku fyllibitun, held ég. Joe, já, hver er þetta? Stjórna þess að það er bara svo að sé einhverjir ósynleg upp sem að stoppi þegar þetta aftur og sterti að mikið. Þetta er okkar sterkasti maður í Kópavoginum. Já, herra myndi nú reyndar ekki samþykja það, en þetta er erpur. Hanna. Já, það var þægilegu punktur á sér. Já, erpur. Það fæ sér aðeins. Já, en svo er hann svo sniður, sko. Svo tekur hann 3 á árið þar sem hann er bara hlaða batteri. Þurrka sér vel. Já, þurrka sér vel. Gilsi, þetta er nú einn af okkar allra Íslandsfyllibita. Já, einn af okkar allra hörðust á öllu landinu. Hver er þetta? Herðu, ég ætla að fá hjá þér sigurpúða, bara svona lítinn boka og húpa búpa og ballerína. Já, þetta er erfitt maður. Þetta er að challenge. Þetta er Steinþór Hróar, álur fyllibita og góðu vinnu þáttarins. Ballerína keksbaka. Já, hann Þetta er góður leikur. Já, hann hefur gaman að fá sér. Fyllibituleikurinn er góður og líka hann að liður sér Joe á maður. Já, maður þróa hann. Góður nýjir liðir þetta. Herðu, Joe, þú verður að svara. Íslensk fyllibita. Já, íslensk. Hver er þetta? Betri handbolta og spilaði alveg til meistaraflokk þar, sko. Ég held að ástæð fyrir ég held svona lengi í handbolta. Þú ert með 3 auðvelda í erlendu fyllibitum var erfiðar. Þetta var mjög given, sko. En þarna náttúrulega erum við með, sko, fagmann í fæinu. Það er, hann er svo successful þegar kemur að, neyslu áfengis. Hann gerir þetta svo skemmtilega og fallega að það er engin betri en Sverrir. Hann bara leysir þetta mjög vel, sko. Bara sushi á miðvikudegi, hann og bara Jökull í Kali og eitthvað syngjandi heima. Já, aldrei lítill í sér, sko. Hann Sverrir Þór. Þú ert að lauma mækar. Þannig þú ert að svara Sveppi. Þú ert að lauma mækar hann inn og svona fyllibitum sem svona er aðeins erfið. Þetta er ekki búið, sko. Slaka á. Hvernig standast þín? Herðu, þú ert einu á eftir Gilsarnum. Og þið eigið það með að þetta er svolítið mikilvægt að Ég ætla að vera búið. Nei, Gilsan þarf að svara hérna. Hver er þetta? Ég hef aldrei verið spenntur fyrir fótboltalandsleik. Sjálfsfróarinn. Þetta er sjálfsfróarinn. Ég spilaði þetta bara sekundu. Ég hefði bara einhver læti. Það tala ekki nægir svona það er bara einn maður í Íslandi sem talar svona að það er sjálfsfróarinn, sko. 1 sekundubrót hefur verið nóg hana fyrir mig. Og nú er hann í golfferð og frúin Álans og hérna. Við hittum frúin Álan. Já. Og ég var skellum brosandi og laus við sjálfsfróarinn. Þetta sé hann að hressa hann á fössarar. Herru, þú getur aðeins klórað í bakkan. Joe, hver er þetta? Me and Jen, and it's like, it feels like hundreds of people, and they're all screaming. And my daughter just turns to me and goes, J-Lo was my stepmother. Wow. Þetta er tricky shit right over there, maður. Já. Þetta er erfiðast að hjá Richie í dag. Hvað þú kom eitt en restlið hana? Ég er greinilega ekki nóg sterkur í erlendu. Nei, þetta er erfitt hana. Einu snenn? Because somebody has their camera and sticking in my face. You have resting face. Do you know what that is? I have resting hard face. No. Resting hard face. Ég bara, sko, það kemur ekkit upp. Nei. Ég rétti þetta yfir til Gilsarans. Ég sé hana með þetta. Nei. I have a resting hard face. Það er einhver gæði sem var í viðtali hjá einhverju rámri konu. 50,000. Me and him both bought new Jeep Grand Cherokee Limiteds. Yeah. Then we wanted to rent like a dope house in the Hollywood Hills. Between the Cherokee and the rent, I was broke in 8 months. Mother. Eitt en restlið. Bara síðast það. Já, smá meira. Ég er búinn að exa þetta. Hvaða nafn sagði hann hana? Ranch and the Cherokee. Nei, undan. Hann sagði nafn konu. J-Lo. Er þetta Ben Affleck? Já. Það er svoleiðis. Joe fekk rétt svar það með að þú tapar bara með einu. Það er nú bara ekki bara nokkuð gott, sko. Já. Ég náttúrulega fekk ansi auðvölda leið í gegnum þetta, sko. Það er bara frábær leiður það. Já, var þetta ekki skemmtilegt? Jú, beint í þetta. En af þessum, áður en kveðjum, þið þurfa að velja hver er mest fyrir sopan
af öllum þessum, þú veist, þarna Erlendu og... Já, bara að erlendu sem komu og að íslensku Það með, þú veist, ég var alltaf með Ben Affleck, Johnny Depp, Charlie Sheen Sko, ég held að Ben Affleck drekki mest af þeim þrem Charlie Sheen bara ég á hann, sko Hann stikkjónum, hann ekki mikið að hella í sig held ég, sko Nei, ég held að hann að verið svo mikið þar Íslensku fyllibittunum, ég held að það sem ná flestum kvöldum með áfengan drikk er 100% mushroom sem skilar, ég ekki að tala mökk kvöld en 1, 2, 3 glöð, sushi fólk yfir í hitting mushroom en ekki mökkaður mushroom Nei, bara svona civilized mushroom Já. Þetta er bara hárrétt greining sko. Ég ætla að ná alveg 24-5 dögum í mánuði þar sem maður fæst ekki glas sko. Svo náttúrulega sko erpur þegar hann ekki á þurrksíson þá held ég að það sé líka ansi góð tíðni hjá honum eða ég myndi svona halda það Það er vertíð Hann getur ekki góða kyrslur sem keirir þetta bara upp en mushroom er meira bara svona consistent yfir árs period Hann myndi aldrei taka 3 mánuða þurrk þessu erpur, aldrei fræðileg sko Það er bara 25 dagar í mánu og þurr 5 dagar Herru, drengir, við erum að fara að kveðja Góður liður Já, hvernig er helgin ykkar? Joe, byrja á þér Sali róleg, bara ekkert á döfunni sem er dásanlegt Já, það er oft gott Gilsari, bara svara mailum og bara sama Alltaf það er fyrsta vikan í Seft sem er næst mest busy vika ársins þá er þessi vinna í heilsugeirunum þannig að þetta er svona janúartörn fólk er að rífa sér gangi til sumari þannig að ég er að fjarþjálfun.is að brenna yfir síðan? Nei, ég bara kannski ekki, ég bara ætla að stopna hana desember 2007, það komið 17 ár af þessari vinnu Pælti því maður Pælti að þú bjóst til þetta fucking koncept Talaðu með entrepreneur það er bara desember 2007 Og svo hafa margir reynt að leika þetta eftir en skiti í heið Já, þetta er að mæta í gegnum tíðin af að allskins fólk mætt og dottið út en ég held alltaf áfram, ég mun aldrei hætta en sem ég var að byrja með nýjan pakkaðan og svona sem er svona 390 koncept sem held ekki fólk sem vil fá prógram en kannski ekki endilega meir en það og svona þannig að ég er að smíða það þannig að fólk ekki senda mér myndir af okkur heimaðastöð eða myndir af okkur gimma fáskursfyrðu og ég geti býtið prógram út frá því og svona fyrir gott verð og það er að virka Ný vara Já Geðvegt Gott koncept, þannig að ég er bara í vinnunni og jammið það er farið, sumar er búið það komið nú bara, þetta er bara partíð er búið Ég ætla að votta það Egil frábær þjálfari Já, dilstengum og hann hefur hjálpað mér mikið en sko Gilsan ég verið þarna sem hann er á skrifstofu hann er að hrósa fólki besta hrósið sem hann gaf mér einu sinni þegar ég kom í fitumælingu ég byrjaði 33% og það var ekki gott Það er svolítið mikið Já, en svo mælda mig alltaf mánuði setna og ég var að fara niður og svo náði ég loksins markmiðinu mínu og var 20% ég sagði og Gils er þetta ekki geggjað já, þetta ekki ógustlegur og höfverið Er ég ekki með þykkan skrábla má segja mig slettir Richard Já, hann er samt hann er ég segi þetta ekki við kúnar sem koma til Nei, þetta var bara við mig þetta var tough love Við sláum að leta strengi svo í morgun fekk ég hnetusmjör og krispundagsel sko ég veit að tala hrein íslensku þegar félagarnir mæta í klípu Já, eðlilega Hvað heldur myndi klípa Kristján eða hvað kallar hann? Sjálfsfróðan? Já, hvað heldur myndi klípa hann í dag? Hann er langt síðan, hann kom síðast Hann mæti til mér alltaf svona fyrir Florida-köttin sko. Það keyra sér niður og stundum tíma og svona blæs og aftur út og mjög hratt eftir það sko. Blæs? Já sko, hann gerir þetta svo ekki að gera þetta að fara í öfgar í stuttan tíma það er ákveð svo ekki að gera og tekur að hugsa þetta long term en hann er núna sjálfsfróðan í 36-7% í halda Það er svolítið mikil prósent Ég samt sé miklu hærri tölur en það hjá mér í þjálfun sko. Mér finnst ekki eins og það er mikið svona með hvað ég Getur orðið bara 50%? Er þetta að klípa 50%? Ég klípa fyrir x hátt Þetta er x Þegar þú komin x þungur þá er þetta bara ummál og vikt en síðan þú komin aðeins neðar þá kemur klípaninn skilju, út 250 kíló það er ekki klípaði ég skil þá er þetta bara vikt og ummál sko. Herru, við erum kominir langt yfir tíman FM 95 Blöð hefur lokið starfi þessa viku C.J. Ánægja að fá þig Bara ánægja nöll mín En Gilsi, ætlum við að tísa sko að því að málið það við verðum ekki bara 3 næsta föstudag heldur mögulega 4 Sko við erum að spája út af því að alltaf nú er strákarnir úti breytast til, akkur ekki hörðu við ætlum bara að fá næsta föstudag
Jón Gunnar Geirdal og Ásgeir Kolbens. Það verður 4 hérna föstudaginn. Þetta verður frasa flugöld. Getur ímyndað Hvað er Sting hættur í Pólís eða? Hvað er að frétta? Getur ímyndað þessa 2 í gýr saman í stúdíón. Það er ekki. Ég ætla að hlusta. Þakkum fyrir okkur, góð helgi, kæru hlustendur. Topp tónlistarstöðin FM 957